Það bara næsti leikur. Þið velkomin á leik númer 4 í dag hjá hérna, já. Úrslitum. Ég fekk smá svona trufl því að Ingunn er á mæknum. Já, það er rándýr. Ingunn María Brynjarsdóttir. Já, kynni leiksins. Fallegasta rödd fram. Já. Ég heiti Róbert og ég heiti Fábrúnar. Við lýstum leik á hann. Fólk var mjög ánægt með það, en fólk ætlar að leyfa okkur að halda áfram. Já, og þökkum tröstið. Já, og það er alveg ótrúlegt. Enn eitt stórleikurinn. Við erum búin að vera með 3 nagln í dag. Já. 2 leiki sem að unnist með heimsmarksmum í venjulegum leiktíma og svo 1 sem vinnst í framlengu. Já. Og við væntumst mikils af þessum leik sem við erum að fara að horfa á hér. Já. Það er lið Séra Friðriks. Já. Haukar annars vegar og Valur hins vegar. Já. Það er líka ekki á hverjum degi sem það eru 2 A-landsliðsmanneskjur inn á vellinum. Í þriðjaflokksleik. Í þriðjaflokksleik. Þetta er aldeilis óvenjulegt. Það er leikmaður númer 9 hjá Völsung. Það er hérna Lilja Ágústsdóttir og svo er það sjálfsög Elín Klara Þorkelsdóttir hjá Haukunum. Já. Og þær eru báðar fyrirlegar í liðunum sínum. Standa hana sikkur megin við Heklu og Bjarka sem eru dómarar leiksins. Já. Það er búið að koma með bikarinn hérna fram. Já, allt klárt. Já. Og það verða Íslandsmeistarar krýndir að þessum leik loknum. Það er alveg ljóst. En myndur þú segja að þetta væri svona einvígi á milli Lilju og Elnaklurum? Myndur þú stilla þessu þannig? Já, það er svo sem hægt að stilla þannig upp, sko. En ég veit að Lilja er náttúrulega uppalinn, hún er náttúrulega hotnamaður, sko. Já. En svona fyrst að við erum framarar, þá getum við nefnt það að við töpuðum í 8 úrslitum, móti Völsungunum, með 1 marki. Já. Það var Lilja Skitta. Þetta var með 11 mörk. Já. Þannig að það er svona fátt á handboltavellinum sem hún getur ekki. Já, ég er á því, sko, að svona strangt til tekið og held ég að Haukarnir séu svona kannski aðeins sterkari. En þetta er ekkert eitthvað það mikill munur á liðunum. Nei. Ég held að, sko, það er alls ekki mikill munur á þessu. En ef við horfum bara á Ólisteindina, Elín Klara er bara klárlega einn af allbestu leikmönnum í Ólisteindinni. Já. Og hún er að spila hér með Haukunum í dag. Já. Og við hljótum að setja svolítið fókus á hana. Já. Og hvernig ætlar lið Vals að stoppa Elín? Segðu mér það. Þessu hvað ég myndi gera? Taka hann umferð. Taka hann umferð. Og má það? Það má í þriðjaflokki. Það má í þriðjaflokki. Það má í þriðjaflokki. Þetta er fyrsti leikurinn í dag sem að má taka umferð. Já. En nú er eitt að segjast að þetta taka Elnuklur umferð. Annað að gera það. Já. Ég hef oft pælt í því, sko, að þú sem þjálfari, ef þú ert með svona leikmann, þá ertu væntanlega með 1 kerfi, jafnvel 2, ef að besti leikmannin tekir umferð. En ég hef bara aldrei séð lið taka besta leikmannin hjá þér úr umferð. Ég var til í að pröfa það, eða sjá hvort að það sé búið að preppa eitthvað, sko. Já, Framar reyndu nú að gera þetta hérna í undanúrslitum í Ólisteindinni. Já. Og ég veit ekki hvað hún skoraði, 16 mörk eða? Það var eitthvað þannig. Já. Hún skorið meira úr umferð heldur en í umferð. Já. En leikurinn er hafinn. Já. Valsarar eru í varabúningunum sínum. Já. Svörtu varabúningunum. Já. Þess maður geta leikmaður númer 71, Guðrún Hekla Traustadóttir. Hún var líka að spila í fjórðarfloknum áðan. Já. Valsstúlkur töpuðu. Já. Talandi hana, hún er í ár á sér. Já. Það er bara fríkast. Voru með fleiri held ég að þeim að spila í þeim leik sem er á bekknum. Já. Ef ekki 2, sem 2 hérna, 2 eða 3. Og Lilja í hornið. Með þessa frægu sendingu yfir í hornið. Og það er Guðrún Hekla, hann er varinn, gripinn og Elín Klara með boltan. Og hún gefur hann og það er mark. Nei. Hekla dæmi fríkast. Dæmi fríkast. Ok. Og bara fríkast. Ok. Allir 3 þjálfarar Haukana eru standandi og með hendurinn út.
Þess að geta leikmann nummer 21. Ester Amira dóttir þjálfarans Díönu. Já. Þannig að þetta mikið... Það fjölskyldutengsla inn á vellinum. Mikið fjölskyldutengsla inn á vellinum. Herru, Emilía Katrín Matthíasdóttir að spila hann fyrir framan. Það eru Lilja skilur hann bara eftir. Lilja með línusendingu og það er víti. Og hver ætli takið það? Sjokkar, ætli þessi Lilja Ágústsdóttir. Ég ætla að giska, niðri hægra megin. Nei. Öfugt. Akkurat öfugt. Kemur Elín Klara. Ester. Hann er að halda flæði á boltanum. Hvað ætlar að bjóða upp á? Kemur Rakel á miðuna. Taka Kairó og kannski Kairó tilbaka hérna. Elín Klara hérna tilbaka. Nei, hún bara fer í árás. Þetta er frábært. Þetta er svakalega flott línusending og varið. Þetta er hörku varsla hjá Önnu Karolínu Ingadóttur. Herðu, og hún rennur hérna á dínunni fyrir aftan markið. Já. Það var ekki gott. Nei. Nei, þetta var vel varið hjá henni. Já. Æja, Óli formaður fer og lagar þetta, passar þetta gerist ekki aftur. Já, taka valstökur Kairó. Það kom hann. Það er Guðrún Hekla. Já. Góð vörn hjá Elínu. Guðrún Hekla er ábyrgur leikmaður í 17. landsliðinu. Það er önnur línusending sem mistekst. Góð vörn. Og Elín fær boltan. Árás. Nei. Þetta er hérna. Og Díana baðar á göndunum, hún er ekki sátt við þennan. Já, ég get tekið undir þetta að Hekla má leyfa leiknum aðeins að flæða. Hekla dómari. Já. Strángt tekið, þá var þetta rétt. Já, strángt tekið, en það má líka leyfa leiknum að flæða. Rakel, Ester. Ester missir hérna boltan, nær hann aftur og það missir hann aftur og ná honum aftur. Já. Telma inn á línunni fyrir Hauka. Elín. Þetta er vel varð. Já. Það er ná frákastinu. Anna Karolína með sinn annan varðabolta. Nú tæplega 4,5 mínútur búnar leiknum og Haukar er ekki ennþá búinn að skora. Já. Kemur á okki, ég var búinn að spá markaleik. Já. Þannig að... Ég líka, ég spáði mjög hárri tölur sko. Já. Við vorum með 61 marka leik hérna á undan. Já. Og við vorum ekki búinn að spá færri mörkum hér. Nei. Hérna er leikmann nr. 8 komin inn á, þetta er Ditta. Kristbjörg Egilsdóttir. Fantagóður leikmaður. Þannig að hún að keyra bara inn. Þetta er vel spilað. Og upp í hotn og framhjá. Þessi er bara yfir, eða framhjá eða eitthvað. Leikmann nr. 11, Berglind Gunnarsdóttir. Kemur Rakel í hotnið. Ekkert færið hana. Elín heldur áfram pressu af vörninni. Út í hotn, koma svo. Og það er fyrsta markið. Leikmaður nr. 8, Emilía Katrín Matthíasdóttir. Opna markareikning Hauka enn í dag eftir meir en 5 mínútna leik. Já, dróvænt. Það er varnirnar. Já. Það er Kairó að lifta þær upp. Það er greinilega að fara svolítið langt út í Lilju og þetta missaði boltan, bara grípur henni ekki. Kemur Ester. Rósar á Ilnu. Já. Ditta stoppar hana. Dagur upp á skref. Kristbjörg Egilsdóttir, fantagóður varnarmaður. Já. Hún ætlar að mæða mikið á henni inn í dag.
Ester. Þetta er gott flæði. Og það er varið. Annar varið bolti og önnur Karolínu. Með 3 vara bolta. Já. En svo fínt flæði hjá Haukastelpunum. Það var allt í lagi. Spurning hvort Anna Karolín ætlar að detta í gírinn í dag. Var við síðan að stundum spila alveg svakalega vel. Já. Þenglega lokar. Nei, þetta er fótur. Fótur. Elín. Já. Og þetta er mark á henni. Já. Elínar klörumar. Grétar og Dagur vilja enda fá skref. Já, ég spáði þetta sé ekki síðasta markið sem hún skorar í dag. Nei. En þetta sýnir bara hvað er þetta að stoppa hana. Það kemur virkilega óvart ef hún skorar undir 10 mörk. Já. Þetta er vel spilað. Já, og þetta er ekki neitt. Nei, heyrðu, já. Stefán ekki. Já. Já, hún þarf að taka aftur. Taka inn í tegnum. Þetta er einu af þess vegna sem ég skil ekki. Sko, markmaðurinn má, sko, ef að markmaðurinn stígur óvart út úr tegnum þegar hann er að taka útkast, þá bara tekur hann það aftur. Já. Heyrðu, þetta er lína þá. Já. Í staðinn fyrir að, ef þú myndir bara tapa boltanum. Já. Þeir reyna æðislega handboltareglum. Nú er frábært að hafa Halla hérna. Já. Þess að fara yfir þetta. Já, að taka Júka. Já. Þetta er bara lína. Það var byrjuð þvingað. Já. Kemur Lilja. Já. Og þetta er varið. Elísa Helga með sinn annan varðarbolta. Já. Og fyrsta sendingin, alltaf á Elínu Klöru. Já. Og mark. Mark nr. 2, staðan 3-1. Nú eru Valsarar ekki búin að skora í alveg góðar 5-6 mínútur. Á 5:30 eitthvað svoleiðis, það er fyrsta markið kom. Já. Björg út í hornið. Þetta er lína. Lína. Rétt. Þetta verður engin markaleikur ef þetta er svona. Nei, sjáðu nú. Ester. Út í hornið. Og það er varið. Anna Karolína með 4. vara bolta sig. Já. Over. Heyrðu, Anna Karolín halda valsmönnum inn í leiknum. Já, algjörlega. Algjörlega. Þetta þakka henni fyrir að vera bara 2 mörkum undir. Já, það er stólinn bolti. Þetta er frábæður. Heldur Elín klar að gefa? Alls ekki. Aldrei. Hvað er að gera maður? Hún er bara... Karolína er búin að loka ramman. Það var bara lesið. Greinlega vel undirbúin í dag. Yfirtala. Og Ditta með mark. Kristbjörg Eir Erlingsdóttir. Sitt fyrsta mark í dag. Anna mark Vals. Sérðu sigluna í henni. Elín klar með 4 leikmenn í sér og samtöfnan á skotamarki. Rosalegu skriðþungi. Já. Þetta er bara bullandi leikur, úrslita leikur. Svona átt að vera. Elín. Það er mark. Geggja skot. Frábært undirhanda skot. Þetta er nú væntanlega dagskipurinn að skjóta svolítið niðri. Dagur biður 1 vinstri. Já. Yfir og Kristbjörg alveg í gegn, auðum sjó. Sett annað mark í dag. Það eru búin að leka tvisvar hana.
Haukastelpunar. Vel spilað. Heklaður frá löglega miðjum. Já. Tekur ekki annað í mál. Það er allt eftir bókinni. Elín. Þessi framhjá. Þessi framhjá. Það var kannski svolítið langt framhjá bara. Já. Hvað sem því skiptir? Liðin að fá flokka stuðning hérna. Já. Stuðningsmenn Hauka eru reynslumikli, planta sér alltaf niður Í miðjun. Já. Við erum að púnta þetta niður, já. Þetta er reynslan. Gripinn! Guðrún Hekla, bolta nr. 2 sem er gripinn. Já. Ester á auðum sjó og skorar. Vel gert. Svakalig sending hérna frá Elínu. Flott hlaup hjá Ester. Leikmaður nr. 7 á Haugum, Sonja Lind Sigsteinsdóttir. Þetta fá smá aðhlýningu. Takar aftur einn vinstri. Já, þessi bara framhjá. Já, fín vörn. Nei, boltinn ennþá lífi. Já, allt opið. Svo það er varið. Ætli Díana fari að rótera. Díana er að segja við hana skjóttu niðri. Já. Og svo sá við hana skjóttu niðri og svo hann aftur við hana skjóttu niðri. Ég er samt ánægð með hana Emilíu og hún að klúra 4 skotum með eitthvað. Já. Hún fer samt alltaf inn. Gefst ekki upp. Lilja. Það er 5-3. Það er að lifna við, markaskórinn. Takar aftur eitt vinstri. Og hvað ætlar Lilja að gera allar með skot? Já, það er ekkert á þetta. Elín með boltan á flugferð. Og þetta er hún kominn og mark. Telma. Leikmaður nr. 10, Telma Melsteð Björgvinsdóttir. Já, Telma skoraði hérna sitt fyrsta mark í dag. Eitthvað sem segir mér að sé ekki það síðasta. Nei. Dagur er farin að halda á tæmanspjaldinu sínu. Já. Þetta lítast á blikuna. Aðeins að missa það frá sig núna. Já. Og eru bara hreint ekki nógu líklegar í sókninni. Nei. Og þessi varinn. Glæsileg markastar. Já, hann er Elísu. Fjórða var að bolta sinn. Já. Ef að Haukastelpunar skora núna þá held ég að hann takir timeout. Já, það held ég sjálfur. Það er yngast. Hversu mikilvægt er það fyrir lið að eiga leikmann... Sérðu, þetta er Brókisson. Eiga leikmann sem Elínu Klura sem er vöðn í að spila stóra leiki. Já. Þetta er reynsla, sko. Það er að róa taugarnar í ungu liði. Já. Og fyrir Ester á punktinn. Og það er 2 mínútur. Ég var að giska á hvar hún skýtur. Ég ætla að giska á hún skjóti niðri hægra megin. Nei, niðri vinstra megin. Já. Ef ég þið bara haldið við fyrsta giski mitt, maður alltaf að fara til fyrsta giski. Já. En það ekki? Punktið þetta niður á Hortugóður. Já. Það er heilræði. Já. Og þessi heilræði er í boði knattspyrnufélagsins Fram. Herru, og Dagur tekur leikhlé. Já. Við erum að hætta lítast á blikuna. Já. Hann er komið spjaldið. Mér sýnist að vera að tala eitthvað við Lilju. Já. Ég kalla eftir því að fá Ásunu Ingu Arnarsdóttur inn á. Framarann? Já, laumi framarann. Laumi framarann. Fanta skytta. Alveg frábær skytta. Samúlagi. Sjá hann að koma inn á, brjóta þetta hans upp. Já, hann þarf að fá aðeins meira svona
Það er alltaf hérna, já. Guðrún, þetta byrjaði alltaf á henni og eru búin að ná að, Haukarnir eru búin að líka ná að loka vel á Lilju. Já, búin að loka vel á Lilju, koma mjög framalega. Og með því að koma með svona stóra skýtu og Ásson inn og þynga það svolítið niður. Já, samlega. En það er einhver líkar en hann heyri ekki í mér. Já. En hann er ekki að gera það sem ég sagði. Nei, alveg pottitt ekki. Og sjáum hvað Dagur hefur gert. Já. Sjáum. Það er leikmaður nummer 58 komin inn á, Sunna Þóren. Það er Sunna Thoroddsen sem er komin inn á. Já, og líka leikmaður nummer 19, Anna Karitas Eiríksdóttir sem var nú að spila hérna með fjórðaflokki í dag. Hún var maður leiksins hjá Val áðan í fjórðakvenna. Leiksins hjá Val og skoraði hérna glæsilegt flautumark til þess að koma liðið sín í framlengingu. Og þarna fær hún víti. Já. Og það er guldspjald. Já. Held líka að leikmaður nummer 13, Hildur Sigurðardóttir, hafi líka verið að koma inn á fyrir Val. Já. Þetta gera manni færri. Já. Lilja kom með sitt annað mark. Já. Henni skipt út af hvíld í vörðinni. Já. Það sýnist Hildur vera að spila hérna þristinn. Já. Og allt opið. Og það er mark. Það er leikmaður nummer 7, Sonja Lind Sigsteinsdóttir. Þetta virkar einfalt í yfirtölinni. Já. Arna, það er ekkert að frétta hana. Þetta er frábær vörn. Já, Arna Karitas er alveg óhemju skemmtilegur leikmaður. Já. En hún gerir þetta ekki einn. Flott mark, vel spilað. Ástættur Jóna Þórhaldsdóttir. Kemur Guðrún inn á og það er orðnægja margar. Sýnist Lilja verið í varnarskiptingu við mögulega Hildi. Það er bara í gegn. Það er brot. Já. Ester út í horni og annað markið hennar. Já. Sonja Lind. Fín flæði á þeim. Hvað ætla Valstúlkur að bjóða upp á? Þetta er vel gert, þetta er víti. Sunna fiskar þetta. Já, þetta þarf hann að vinna vörðina með fótunum. Lilja skorar. Já, þannig að hann bara niður í hornið. Og þetta er svart. Það er ófeimna við að brjóta hressilega á eilnuglurum. Þetta er það sem er svo böggandi er að hrósa henni að spila á móti leikmanni sem að nær alltaf skoti þegar hún er komið með fríkasti. Já. Alltaf komið með doppulsjensin. Já, hún er hrikalega góð í að halda höndinni lausri. Já. Og aftur. Nei, og það er í stöng. Þessu var varinn held ég. Við bara gefum varið á þetta þarna. Já. Og það sér út af. Lilja reyna aðeins svo mikið þarna að mínum mati. Já. Það verður að reyna að þynga þetta. Já. Kemur Ester á eilínu. Og Ester í gegn. Já. Aðeins meira power hana og mögulega komist í betra færi. Aðeins meira umf. Já.
Elín fyllum einn vinstri. Nei. Kairó. Já, Sonja leysir hérna á móti, leysir Nei, heyrðu. Þetta fótur. Það ekki dæmdur. Nei. Og það mark. Þetta vil ég meina að sé fótur, sko. Já. En það ekki fótur nema Hekla segja þessi fótur. Já. Verður að dæma það, má ekki hætta. Það rétt. Og þetta oft það sem skiptir sköpum í svona leikjum. Það smá heppni. Sunna með frekar svona ekki nógu gott færið hana og... Nei. Hörku varsla. Anna er með Emilju bara í Rasmussen. Já. Anna Karolína er stórleik hérna. Og 6 varða bolta. það var bara fullir af það. Hún sé að halda valinn í þessu leik. Já. Hjartalega sammála. Nei, fyrir ekki, þetta var leikmaður númer 18, Þóra Hrafnkelsdóttir sem var að klikka hérna, afsakið. Sjáu þið, þetta er víti, líklega Brodísson. Já. Heppinn að sleppa með Brodísson en hann. Ég hef alveg getað séð Brodísson á þetta. Já. Og Nei. Slá henni niður. Þetta er rándýrt. Þetta er dýrt. Í staðan fyrir að vera í 3 marka mun og manni fleiri. Og það er 4 marka munur og jafnt í liði. Já. Það er línusending og henni bara stólið Guðrún þetta með frábæra vörn. Frábæra vörn. Vel vakandi. Hægir á sér aðeins. Sunna. Uss. Þetta er allt og dýrt. Já. Dagur hérna galopnar augun, veit ekki alveg svona hvað hann á að gera. Haukastelpur geta komist í 6 marka fórystu núna. Nei, 5 marka fórystu meina ég. Já. Þá er leikmaður nummer 28 komin inn á línuna, Hildur Sóley Káradóttir. Þetta valsarnir verða að hafa aðeins meiri trú á þessu. Já. Þú verður alltaf að gera eitthvað inn í dag. Já. Og hann er varinn. Og fínt skot. Þetta er bara frábær. Hún var bara á staðinu sem að boltinn kom. Já. Kemur Sunna, hún hósa boltan á Lilju. Já. Uss, Arna Garðars fær ekkert. Nei. Ekki sátt. Elín á Ester og Ester í gegn. Og það er varinn. Það var svakalega. Hún er sko. Anna Karolína. Bara á hennar leik. Hún kom með 8 varða bolta. Já. Og þetta eru deadara sem hún er að taka. Já. Þetta er engin sko venjuleg skot. Þetta er svakalega vel gert. En með þessa markværslu þá á Valur bara að vera inn í leik. Sko. Já. Sko hún er í sko. Já. Það er aukakast. Valsstúlkan er í 47% markværslu, en sko Elísa er með 50% markværslu hjá Haukum. Já. Hildur, Lilja, höndu kominu, Arna. Já, sagði hvað hún gerir þetta óbóðslega vel. Þetta er öklabrjótur. Já. Það opnar hann upp á gátt. Frábær leikmaður. Elín. Og tekur Díana leiklega. Já. Díana vil vera meira yfir í áleik. Já. Já, hún er líka, sér body language, það er bara hendur saman. Ég held að hún geti mögulega verið að fara yfir hana Örnu Karítas hjá Val. Já. Hún er alltaf að koma á bullandi ferð, mögulega bara að reyna að fiska rauning á hann. Já. Telma Belstedt virðist eitthvað að lösku þarna. Er hann ekki bara að laga skóa? Já, hann var eitthvað hölt þarna. Já.
Já, Við vonum að sé í lagi með hana. Já, hún að teipa á sér ökkla. Já. Það grjóthart. Já. Já, hún bara að teipa ökklan á sér sjálf. Já. Þetta hef ég ekki séð áður. Já, hún er raghölt. Já. Hún er draghölt. Skrítið að sé ekki þjálfari á Teibrúnni. Já, á teibrúnni. Áfellisdómur yfir heilbrigðiskerfinu. Já. Svo er Emilía Katrín líka bara liggjandi á maganum hérna hjá Haugum. Já. Hún er eitthvað ekki alveg í standi. Nei. En þetta verðist lítil áhrif að hafa á Haukaliði. Já. Þetta er hérna á góðri siglingu. Elín, já. Ég vilja bara fá hana inn hana. Já. Ester. Já. Já, ok. Það er brot. Já. Ég er ekkert að þræta við það. Þrætum það. En Haukaliði var rosalega samfært í deildinni í vetur. Tappa aðeins einum leik og var svona og það er mark. Sonja Lind með 3 mark sitt. Í vetur voru það Haukarlið HK sem báru svona höfuð og herðar yfir að önnur liði í deildinni. Já. En svona hérna undir lokin að Valsliðið búið að koma ótrúlega skemmtilega inn í þetta. Já. Og búið að vinna sér hérna í úrslita leikinn. Og Valskonur lendu í 7. sæti í fyrstu deildinni. Hörðu. Hörðu. Nei. 2 mínútur. 2 mínútur og hvað? Og fríkast. Nú bara 2 mínútur og fríkast. 2 mínútur og fríkast. Ok. Þetta er ekki góður díll. Nei, þetta er ekki góður díll. Alls ekki góður díll. Og það er það frá Sunna. Nei, og það varið. Já. Það er ljóst að þjálfarateymi Vals. Það síður á þeim. Er ekki hress með þetta. Nei. Haukastelpur geta komist aftur í 5 marka forystu. Akkurat 5 mínútur til sennu. Elín, Rakel, Ester, Sonja. Þetta er frábærlega að spila. Þetta er lína. Losar alveg svakalega vel tímasett hjá henni. Já. Þóra geigar hana, stígur línuna. Hekla dæmir hennar bolta út af. Hekla hárrétt. Nei, sjáu hennar no-lookara hérna. Valsstúrkur geta bara ekki keypt sér marka. Það var leiðilegt að þessi geggjaða stóðsending hafi ekki leitt til marks. Já. Og það er varið. Já, bara heldur orðin að fara inn á færunum sínum. Af hverju er það ekki fljótari fram? Samlagi. Já, Lilja brjálega Siggi. Já. Sigurða í mannin. Og Sunna. Nei. Lilla markvarslan maður. Elisa er komið með 9 varða bolta. Hún er sko vel yfir 50% í markvarslu. Hún er eiga stórleika. Sunna á Hildi. Tæp sending. Arna. Lilja. Og Arna Karitas aftur. Geggjaði leikmaður. Mjög vel gert hjá hann.
mark nummer 2 og sjáðu Elínu. Guð minn góður. Ertu í já, ok. Þetta var dæmt bara. Já. Ok. Alltaf læg. Já, Arna Karítas mjög efnileg knattspyrnumaður líka. Þetta er gaman að geta þess, já. Fróðleiksmáli fyrir fólki heim í stofu. Já. Alltaf lærir maður eitthvað nýtt. Já. Þetta er. Það fríkast. Tvær mínútur eftir. Dagur byrjar að hoppa inn á hliðarlínunni. Já. Rakel á Ester, Ester, Sonju, Ester, Rakel í skot. Nei, skot hérna. Og það er í stöngina. Varsúkur náður sem frákasti. Af hverju ekki að keyra upp. Já. Gengur nú ekki allt of vel í uppstuttu sóknarleik. Kemur Hildur út af og Sara Lind kemur inn á í hægra hornið fyrir Valsara. Já. Sara er örfend. Já. Sérðu kraftin í henni. Geggjaður leikmaður. Hún svipuð eins og Elín. Flott, já. Svona... Flott fótó hérna. Já. Og við skulum ekki gleyma því, hún er nýbúin að spila hérna heilan úrslitaleik pluss framleggingu hérna fyrr í dag. Já. Lilja. Já. Hún heldur bara áfram að verja. Já. Elísa Helga með 10. varða bort. Það er svolítið þvingað. Samanlega því. Elín klara með 2 leikmenn í sér. Já. 3. og 4. á leiðinni. Já. Það er samt ekki markaskorið, við vorum að búast við alveg aðeins hærri tölum í hálfleik. Já. Skal alveg viðurkenna það. Markmennir er bara búin að vera, þeir eru báðar með 10 varða bolta. Já. Anna Karolína er búin að vera að taka 10 deddara leikum við. Já. Elín, sérðu hversu snirtilegt þetta er. Það er 2 upp í hávar og feikar þær alveg upp á skónum. Já. Það var rosa. Það er svona, þegar varnarmennir eru búin að hoppa upp í loftið, þá verður þeir ekki mikið að fara að laupa neitt. Nei. Þá eru þeir ekki jarteindir. Nei. Og þarna verður hún bara að fara sjálf. Jæja, þetta reddaðist. Anna nærðum að skora hún sinna. Frábært, gott mark á Sunnu. Herri, og það er bara komin hálfleikur. Já. Herri, já, ég er bara... Stór skemmtilegur leikur. Við tökum okkur smá pásu hérna.
Góðan daginn, góða gestir. Já. Og velkomin til leiks. Við erum mættir aftur. Seinni hálfleikur. Haukar Valur. Lið Séra Friðriks. 12-9. Haukum í við. Valsstúlkurnar voru heldur lengi út úr klefanum. Það létu bíða eftir sér. Já, létu bíða eftir sér. Það er greinilega eitthvað svakalegt á leiðinni. Já. Og ég get sagt ykkur það áhverjandi góður. Ásson Inga Arnarsdóttir kominn þristur í vörn. Já, þú kallar eftir því. Ég kalla eftir því. Já, þá kemur bara Rakel upp. Ég er ekki frá þetta sem fyrsta skotið hennar. Já, bara fyrsta skotið og... Kemur Lilja, hitta sig í gegn og víti og 2. Já, það er bara hárrétt. Já. Ekkert mótmanna þessu. Nei. Hún klikkaði á síðasta víti. Hún fær að taka aftur. Hún tekur að fyrsta tempói, easy. Það sýnist Ásrún vera í varnarskiptingu við Lilju. Já. Haukastelpur að stilla upp í eitthvað skemmtilegt. Elín á Rakeli. Það er bara sundu spilaðar. Enn ein markaslanna. Hver bjóstu þessu? Það var ég. Hún er búin að vera algjörlega á eldi í dag. Anna Karolína. Sjá rykkinguna maður. 4 marka munur, 14-10. Já. Telma er búinn að teipa sér öklan og bara komin inn á. Rosa gott einum færri að fá eitt svona línumark. Frá. Aftur upp, en það honum átt gefa. Stoppið þarna. Það var góð vörn í Haukastelpum. Já, það gerði það sem átt að gera. Lilja, finnur línuna. Eitruð sending og mark. Það er leikmaður með 23, Brynja Katrín Benediktsdóttir. Fyrsta markið hennar í dag. Elín. Og róar, það eru 5 sekúndur í manninn. Og liðin eru vel kvöld áfram. Hér á áhengundum. Sem láta vel í sér heyra. Og Rakel. Og þetta er varið. Hún er bara mætt í hornið. Með 12 varða bolta. 13 minna ég. Það er að dobla dálítið á Lilju. Já, á þetta opnast. Guðrún Hekla. Þetta held ég sé hérna fyrsta mark í dag. Guðrún Hekla Traustadóttir. Þetta er fyrsta markinn? Já. Hún ætla að vera að spila á þann. Já. Rakel á Ester. Ester. Já, og hún kloppar. Þetta er hennan í undirklófið. Heldur þessi 3 mörkum. Já, góð vörn í Haukastelpum. Hægri, Lilja á Guðrúnu. Það er lítið að frétta. Já, það er ekki nógu spennandi. Frábær vörn. Boltan er stólið. Frábær vörn hjá Ester.
Það er allt opið. Lilja skiptir hérna við Ásrúnu. Klara, gott undirhundaskot hérna með 15 markið sitt í dag. Kemur Lilja, það er að losa fríkast, það eru sko Það er ekkert að grínast í þessari vörn. Nei, það er ekkert að spara sig, sko. Lilja. Já, finnur línuna. Það var svakalega flott sending af Lilju. Býtum við. Hvað er það hana? Fundið eitthvað að miðjunni. Það er spilað út úr miðjuringnum. Já. Dagur brjálaður. Og Díana og Herbert eru sko, þau viti ekki einu sinni hvað var að gerast. Jájá. Ég bara ég er meira að fylgjast með bekkjunum núna heldur leiknum. Herbert er að sækja hérna rökstuðning. Já. Ég sé nú fátt svör, en hérna hversu því liðum, þetta er leikurinn áfram. Og Elín skorar. Það var fantatækifæri til þess að minnka munn í 2 mörk. Þessi staðar að komin í 4. Nú fann Díana útskýringar á þessum saman. Já. Já, Díana hristir bara auðvitað sinn. Kemur Kairó. En úr því sem kom með Robert, þá skiptir bara engu máli af hverju það var dæmt. Nei. Það er bara búið, áfram gakk, næsta sókn. Hjartalega sammála. Já. Þetta er þvingað skot. Já. Þetta er ekki samfærandi á Guðrúnu. Nei. Hleypir Lilju inn, Lilja. Já. Þarna er Lilja hásprengd frá því að fá 2 mínútur á hana. Bara rauningur. Já, þetta var alls í nálætti. Já. Þess að Elín og Telma eru búin að vera ógeðslega góðar. Og þessi er bara stólinn, ekki trefla aftur en tvígrip. Hárrétt. Já. Hárrétt. Nei, því er ekkert að kvörtur þessu. Já. Þetta er svona. Þetta er hárrétt. Það er ekki alveg klárar á hvað er að gera hérna valstúlkunar. Svona pínu hikandi. Guðrún, þessi er bara stólinn maður. Þetta er tvígrip, nei. Það er næstu í tvígrip. Nei! Og það er varinn! Hvað er að gera? Haukarnir er innkast. Já. Vitum við, hvað? Það er ekki stað á línunni. Það eru nú ekki alveg samfærðar. Nei. En klókt að þeim að taka þetta hratt. Já, Dagur var líka fljótur að taka Guðrúnu út af hérna. Sauð á honum. Já. Og Elín í gegn, vítið í mark. Og Lilja byrjuði að æsa sig líka. Já. Og Dagur heldur á tæmáspjöldinu. Það er eins gott að tæmáspjöldinu séu plöstuð á okkur, annars var hann búin að rífa það örugglega. Já. Ég kalla þetta því að
Valsara nýtir bekki sem betur núna. Já. Ásson komin inn á í sókn sem gott. Já. Ditta, hún hefur komið inn á í sóknina líka, hún var góð í fyrri hálfleik. Sammála. Átti hana flotta spretti. Þú er búið að hvíla hana, þú vil ég fá að sjá hann inn á aftur. Og það styttir sér leið. Styttir sér leið. Já, þetta er bara hárrétt. Já. Hárrétti dómur. Við erum með svona instant replay hérna hjá okkur. Já, okkur er grimm. Við getum staðfest þennan dóm, þetta var hárrétt. Haukastúlkur geta komist í 6 marka fórustu hér. Ester. Mikið pláss hérna. Já. Þessi fór í innkast. Þetta er við það að vera lína en ekki dæm. Einlín. Já, sérðu. Dagur tekur líklega. Jájá, Haukastúlkur búin að keyra vel yfir Valsstúlkunarina. Já. Og þannig 6 marka fórustu. Ég er sammála eins sem að þú sagðir hérna, en ég vil sjá Valsarana nýta bekkinn aðeins betur, fá aðeins meira flæði. Ég var til að sjá Örnu bara í vinstaskeytinu. Já. Bara vera dálítið mikið hægra megin finnst mér. Já. Þetta aða til að hverfast svolítið mikið í kringum þessa reyndari leikmenn sem er kannski ekki alltaf að hjálpa. Nei. Og þá var maður kannski að bróta þetta þessu upp. Haukastúlkur bara búin að tæmandinu. Já, ekki lengi að þeim. Svo sem ekki mikið kannski að fara yfir. Það er sturlaða staðreind. Góðum með hana. Hún er miklum handboltaættum, hún Ásrún. Já. Og Gerður Beta Jóhannsdóttir, leikmaður Vals, er mamma hennar. Já. Og bróðurinnar? Og bróðurinn Arnar Freyr, landsliðsmaður. Framari. Og framari, mikið. Hann er pottitt að horfa núna. Já. Þegar heilsa. Já, hann lítur að fagna því. Það er systir hans komin inn á. Já. Fær hennar boltan og nú vil ég sjá hana bara stökku upp og smalla. Í kæránum minna? Já, svakalega handlegg. Kemur hún. Komdu svo. Kemur hérna. Já. Úss. Æ. Kemur hann. Já, það er alltaf, við erum að kalla eftir þessu. Ekkert mál. Hallar sér aðeins aftur í skotinu. Rakel. Og svakalega línu. Það er 7 marka munur. Já. Og mér sýnist Valskonur vera aðeins að missa tökin á leiknum. Já. Það er lítið sem að Dagur getur gert núna, hann var ekkert annað timeout. 18 mínútur eftir að leiknum. Hins vegar meira en nógu tími til þess að koma sér inn í leikinn. Hoppa bói. Lilja, Ásrún. Það virkar mjög högt að þið núna sóknarleginum. Lilja upp í skot. Og Arnar. Herðu. Ríkalega flott skot hjá henni. Vel gert. Var að leita línunni, fann hann ekki. Smellt af. Mark. Lilja spila vörnina núna. Já. Móti Eilínuklörum. Og breytaði 5-1 líka. Já. Uss! Alveg við það að stela bolta. Þetta er það sem Valsarnir þurfa núna. Þau eru eitthvað svona X-faktor. Já. Það er sundur spilaðar hérna. Og það er varið. Ásrún með frákastið. Flott þetta. 15 varða bolta. Já. Og Lilja. Já, hefnar hann á frákastinu. Bara, ég held að sé... Það sé bara hrósa þessar sendingu. Það er skemmtilegt. Hvað segir... Það er vítið það? Já, nei ekki vítið, þetta var bara hárréttur dómur. Já, þetta hefur vítið og þetta hefur ódýrt vítið. Samkvæmt okkar heimildarmanni hérna upp í stúkunni. Ásrún! Setur hann. Já.
Telma á línunni. Aftur í hotnið og inn bara. Nei. Elín. Elín Graf. Veðurinn inn. Að ná að spila alveg út í hotnið. Já. Og þessi bara út af Ingast. Já, þetta er Ingast sem að því að hún verður ekki væri boltan. Þá er tæplega 16 mínútur eftir af þessu leik. Þá tökum við auglýsingarhlé til þess að segja þetta reima skóna. Rosalega vel reymt hjá henni. Komaður í Kaíró með leysing og móti, Ásrún yfir. Þetta er svona, þetta er dýrt á þessum tímapunkti. Já. Hins vegar þá eru 5 mörk ekki neitt í nútíma handbolta. Nei. Bara ekki neitt. Nei. Saksa 5 mörk niður á bara 2-3 mínútum. Já. Og þessi fer næstu út af. Lítur hendina fara upp bráðum. Já. Elín, Ester, Rakel. Hún fer bara í gegn sjálf. Vel gert. Það er ekki að stoppa sig. Fer til hörkunni, flott þetta. Já. Og Lilja, flott þetta. Fljóta svara. Já, þetta er það farnar að límast aðeins niður á línuna. Elín. Ói! 16 varða bolta. Það er ekkert að þetta. Þetta er bara hárréttur dómur. Ætlum að verja aftur. Já, það gerast! Þetta er alveg ótrúlegt. Það er í gangi. Ég er staðinn upp hérna. Hvað? Nei og Lilja, hvað? Já. Svo breiðast krosstrið sem önnur. Já. Nú er það farnar að láta hvora aðra heyra. Það er ekki... Abbi Stassi búið uppfærastjálfur með 17 varða bolta. Anna Karolína Ingadóttir. 17 varða bolta í dag. Og töluverður hluti þeirra dettarar. Já. Núna síðast 2 frá einum besta leikmann í Ólísdeildinni. Já. Og hann er áfram að verja. Ég held ég sé ekki að bulla. Elín Klara er búin að komast í 3 raðalöp og klúra öllu 3 raðalöpum. En samt eftir alla þessi sirpu, hún er búin að verja núna 3 skot í röð, þá er ennþá 5 marka munur. Heyrðu, Kristbjörg Elísdóttir komin inn á. Já. Ásrún. Neglur hún. Við vorum að kalla eftir þessu. Samfærandi, þetta límir það líka svolítið niður. Lilja er að fá smá hvíld. Þannig að fengi eitthvað höfn. Þú veist eitthvað að kvenka sér á bekknum. Já, Lilja, hún er með svona íþróttateip á vinstri kálfanum. Elín. Það er bara svoleiðis. Hún er komin með 19 varða bolta. Arna og Sunna, þetta er Rauningur. Og Rauningur. Þetta er rándýrt. Ég er bara sammálað þessu dóm. Já, þetta er bara laukur rétt en óöpilegt fyrir þú sem er að óska sér að fá hérna smá spennu í lokin. Já, fá spennu í þetta. Það er bara búið að marka þurr bara núna í 4-5 mínútur. Já. Það er tvennu að þakka. Það er annars vegar Anna Karolín Ingadóttir sem hefur lokað marki Valsmanna. Já. Og svo er það sókn Valsmanna sem hefur ekki með að skapa sér neinn handbært færi seinna. En þetta ekki með mark. Þetta var Rakel. Munurinn er komin í 5 mörk. Já. Og það sem kannski stendur upp úr er vallarþulurinn. Ingum María Brynjarsdóttir. Það er það sem stendur upp úr þessu leik. Fallegasta röddin í bransanum. Ásrún. Ásrún. Já, hún var að leita sér til sendingunni. Já. Þetta verður Kristbjörg að reyna að sjá markið.
Já. Ásrún. Skref, sammála þessu. Já. Það er bara að keyra upp haukastelpunar. Við erum ekki nógu ákveðin í hreyfinguna. Hikar, úrverður Og skref. Ester, þetta er vítið að mark. Já. Þetta er mark. Aftur eru komin í 6 mörk. Tekur hún Kristbjörg út af og... Það búið að hvíla Lilju. Já. Dagur er hérna með nokkur hlý orð þarna. Kristbjörgur kemur á bekkinn. Já. Kemur Lilja, tekur feiki, þetta er vel gert. Það er hrikalega vel gert. Ester. Elín. Já. Svo að tala búinn að sækja fríkastið og fær fríkaskotið. Elín klárar að koma með 8 mörkir í dag. Markaðist í liðhauka. Það var leikmaður nr. 18, Þóra Hrafnkelsdóttir, komin á blað. Þóra Hrafnkelsdóttir er leikmaður U17 landsliðsins. Rosalega flottur hornamaður, teknískur og alveg svakalega fljótu upp í hraðaflöpum. Ásrún. Ásrún og þetta er víti. Hárrétt, þetta er vel gert hjá henni. Og fer væntanlega Lilja á punktinn. Ok. Fyrsta tempo síðast, ekki núna. Nei. Það var öruggt. Þetta er dýrmætt úrslitaleikjum. Hefur örugga vítaskyttu. Þetta er búið að haldast núna í 5 mörkum bara alveg í 10 mínútur cirka. Já. Rakel. Rakel, hann sé bara út af. Ekkert. Alls að geta minnkað í 4 mörk. Það benda að Arna Karitas er búin að spila næst í allan þennan leik. Auk þess að spila leikinn hérna undan líka. Þetta er sérst annar handboltaleikurinn í dag og sá fyrri var framlengur. Það sem hann var algjör lykilmaður í liði Valsmanna, rétt eins og hún er hér. Ásrún á Lilju í hornið. Þetta er varið. Elísa með 11 að vara bolta sinni í dag. Þetta er brottvísun. Ásrúnu farið hana aðeins í andlitið á henni. Vissulega rétt. Ester á miðuna, Elín Klara í vinst skyttu. Það ætli Ester að... eða bara svona. Sex marka munur. Sonja kom með 4. markið sitt. 7,5 mínútur eftir. Þetta var svona, það lítur allt út fyrir að...
Það sé að fara að sigla í Hafnarfjörðinn. Þá kemur Sunna og Kristbjörg inn á. Dagur tekur Önnu Karlínu út af. Guðrún er komin aftur. Já. Lilja sækir fríkast. Þáttur að vera manni færri, þá þurfa Valsmenn bara að fá fljótt mark hérna. Já. Það er aftur. Hún fær aftur eftir líka hárrétt sér og hún styttir sér aftur leið hérna línumaðurinn. Svo veistu hvað Ester var að gera. Ester var að reyna að blokkera hérna markmanninn að hlaupa inn á. Já. Hún fær brottvísun fyrir það. Já. Þetta hef við ekki séð áður. Þetta er skemmtilegt. Þetta geti mögulega hleypt leiknum í smá rugl núna. Bæði lið bara 5 á 5. Já. En ef það á að vera eitthvað rugl í þessu leik, þá þarf það að byrja strax. Já. Því það eru 6 marka munur, 6 á alveg eftir. Já. Brynja Katrín er eitthvað að tala við Heklu dómaræðinu að hún hafi ekki verið að steyta sér leið. Já. Það er bara að skoða teipið og meta það svo. Já. Svo er líka bara ágætt fyrir leikmenn að vita það að dómarinn er að fylgjast með þessu, er að dæma á þetta, þannig að það er bara eins gott að hætta þessu. Það græðir ekkert á þessu, það er ekki að skila þetta einhvers. Sunna. Flott mark, 5 marka munur og Elín Klara með skoti yfir. Díana er ekkert að springa og gleði með þetta. Þetta er ekki besta ákvörðin í heimi. Elín Klara svona veit upp á sökina hana. Valur fær mannin inn eftir 3 sekúndur, þannig að þær eru bara góðar þar. Og nú loksins gefur mark á horninu, flott. Flott hjá þeim. Það er leikmaður nummer 35, Ásthildur Jóna. Og 4 marka munur. Já, nú ætla þær að taka væntanlega þær tvær úr umferð bara. Já, bara alveg, já. Þannig að það voru bara 3 og 4. Já. Þá sjáum við hvað gerist. Nei, það er bara Sundur og hún ver. Það sem ég vil segja, þessar brottvísanir getur mögulega hendur sig upp í smá rugl hérna. Já, það er að keyra upp. Lilja hefur bara skotið hérna. Já, og mingar munni í 3 mörk. Og það eru 5 mínútur eftir. Já. Heyrðu, þetta er bara breytist í leik. Já. Frábært. Þá kemur leikmaður nummer 9 inn á fyrir Hauka. Það er leikmaður Brynja Eik Steinsdóttir. Og það er að brjóta þarna, það er bara að tefja leikinn. Já. Hún kemur inn að í vinstri skiptu. Þeir eru nú byrja væntanlega að Elín Klara að fá upp boltan. Já, margar missa boltan. Þannig að það telmaður að Klóka ekki taka fríkastið. Fyrir hérna, sérðu, ekki fyrir að Lilja er búinn að fara alveg niður. Hún kemur hendinu upp og lengi að taka fríkastið og Ester. Rauðningur. Þetta er rétt. Nei, núna. Já, Bjarki dæmdi fríkast. Hekla dæmdi brott. Rauðning. Þetta er fróðlegt að sjá. Hendin er samt uppi. Og verður bara að koma skot hér. Já. Dagur ósáttur við það að Elín Klara skulle bara fá boltan. Já. Það er bara ekki leikmaður sem hafa fá boltan þessu. Nei. Takaði Kæró með einlýsingu, Lilja í árás. Guðrún. Víti. Það er víti. Lilja fer á punktinn. Og skorar. Minnkar þetta í 3. Hún að skora sem vítum, mörkjallum regnbogans-litum. En hún greinilega kennir sem eins. Það er ekki alveg upp á 10. Nei. Auðvitað. Við. Valsararnir byrja
Valsarnir byrjar að væla og allir byrjar að væla. Gaman að þessu. Bjarki biður smá ró. Passa sig hérna, vinna þetta meira með fótunum, vinna með höndunum. Elín sennilega að klára þetta núna. 2,5 mínútur eftir. Þetta komið í 4 mörk. Já, Haukar eiga líka tæmandið inni og verður bara að reyna að skora. Nei. Þarna held ég að sé... Þarna held ég að þetta sé mögulega farið. 4 marka munur, 2 mínútur eftir. Ekki að fara upp og pressir, en þú vilt ekki fara út og pressa Elínu Klöru. Hún vinnur þið alltaf maður að mann í svæði. Ester. Það er snirtilega gert. Blaran vera pínu sprungin hjá Völsungunum. Díana vil fá meiri orku í stúkuna. Díana að fá fólk að lappir hérna. Lilja. Mikil stemming núna. Fríkast. Á rétt. Hekla vil fá fríkast eða rétt í stað. Og eins og alltaf öflug stuðningsmannasveit sem fylgir aukaliðinu hvers sem það fer. Þetta fór beint í sixpackið. Lilja upp í skot. Og Telma ver þetta bara í innkast eða hotkast. Nú verður bara að fara aftur. Það ekkert annað í boði. Og hún klikkar. Elísa Helga Sigurðardóttir með 13. vara boltasinnin í dag. Nú held ég að sé bara búið. Nú er þetta búið. Og þetta að koma svo á blað hérna. Víti. Nú vil ég sjá hann að fara bara sjálfa á punktinn. Ég bara eftir, já, sjálf, takk fyrir. Ánægð með þetta. Brynja Eik fyrir á punktinn. Skorar. Hann á að slíta hérna af sér á lokakaflanum. Það var að menn leiksins. Já, það held ég. Ég er ekki nokkrum einast að vaða einhver maður leiksins, ég á valir. Já, það er mínu mati Anna Karolín Ingadóttur. Sem er búin að vera hreint útsatt frábær í þessu leik. Og ekki segja bara Elísa Helga. Já. Hjá Haukur. Já. Eða Elín Klara, hún með 10 mörk. Það er bara eitthvað svo... Það er eitthvað svo típist eitthvað að velja þetta. En já, Haukar eru Íslandsmeistarar í 3. flokki kvenna. Og sko þeim innilega til hamingju. Og já, við svona ætlum að hanga hérna þanga til að menn leiksins verða valdnir. Og svo bara leifum við bara þessum myndunum að lifa. Það er engin önnur en Ingunn María Brynjarsdóttir sem er tilkynnað það. Ég veit ekki hvort að við vorum bara að minnast eitthvað á það hérna. Það er stemming hjá Haukunum. Það er engin önnur en Rakel Dögg sem að mun sjá verðlaunafveitingu. Rakel Dögg Bragadóttir er einmitt þjálfari í U17 landsliðsins. Og aðstoðarþjálfari á Fram. Aðstoðarþjálfari á Fram. Og einu okkar allra þrautreynstu landsliðskonum fyrir og síðan. Já, herru, það er nú ekki mikill sjokkar hérna en að Anna Karolína var valin maður leiksins hjá Val. Hún er hvorki með meirinni minna en 20 varða bolta. Og er að
klína í heil 40% í markvörslu. Já. Og það auðvitað þannig að tölfræðin segir ekki allt. Nei. Það stór hluti af þessum boltum sem þú var að veðja voru dauðafæri. Algjör dauðafæri. Sjokker, Elín Klara. Jæja, við óskum þessu leikmönnum minnilega til hamingju með þetta. Þær fá gjafabréf frá Shake & Pizza. Geta fengið sér væntanlega pítsu. Og shake. Eða eitthvað annað. Þú er ekki sérfræðingur í þessum fitnessstöðum, en ég skilst að þetta sé í boði hérna. Já. Og þeir sem fara í kvöld, þeir geta hitt hann Róbert, sem verður hérna á sínum stað. Einmitt. Byrjar í nýju átaki og... Byrjar í nýju átaki, já. Herri, við bara þökkum fyrir okkur. Við minnum á næsta leik þar sem að Fram og Haukar mætast í þriða kalla hér á slaginu 6. Geggjaður leikur framöndan. Já, við þökkum bara fyrir okkur og við leyfum þessum myndum hérna að lifa. Þökkum fyrir okkur. Já, bless.